Verið sæl og blessuð. Verið sæl og blessuð. Velkomin í Neglur og Trúnó. Orð dagsins gípugangur. Nei, það var síðast. Æjó, bara fokast. Orð dagsins gorgeir. Gorgeir? Veistu hvað orðið gorgeir er? Nei, gorgeous? Nei, það gott orð samt. Það svona eitthvað sem ógeðslega montinn, ógeðslega góður með sig. Það svona gorgeir í þessum. Vákvað bara kom út þér. Gott orð. Já. Þú bara hikar ekki þegar ég var bara eitthvað fókast. Orð dagsins, já. Þú bara hikar ekki. Gorgeir. Notaði það í setningu í dag. Ég var bara eitthvað fókast, sko. Held að þetta sé orð, annað en gípugangur, eins og við komumst að síðast. Já, gípugangur. Gípugangur var ekki orðið þar eitthvað. Gorgeir er orð. Það? Já. Það er hérna íslensk orðabók. Gorgeir. What? Alveg orð. Notaði það í dag. The more you learn every day. Honestly. Hvað erum við ef ekki fræðslu þáttir? Ég held þessum enga veginn fræðslu þáttir. Við ætlum að reyna samt í dag. Já, við ætlum bara einu dag. Við ætlum að tala einn mjög mikilvægan hlut sem ég ætla ekki að tala núna. Þetta verður bara, þið verður bara build up some tension. Þið sjáu það samt í kapsjónu. Já. Já. Ég ræði alltaf caption, ég alltaf leiði þig bara að gera the captions and everything, bara trista þig fyrir því. Já, bara go wild. Ég ætla að byrja að setja leyndamáliðin í hérna descriptionið. Já, það ekki. Bara alls konar sem þú sagði mér í trúnaði. Allir að kíkja descriptionið. Einmitt. The way you would fuck me up, sko. Obviously. Muna að setja Já, nei. Við erum hérna á þriðjudagskvöldi að taka upp aukaþátt og því að mamma og pabbi að fara til Mexíkó og að fara að taka myndavélina með til Mexíkó. Honestly, frekar dónalegt að þeim. Frekar freaking rude. Takk þetta á okkur fyrir ykkar eigin experience. Honestly, ykkar eigin myndavél fyrir ykkar eigin 100 króna myndavél, 100.000 króna myndavél til að taka til útlanda til að taka upp upplifun. Be so for real. Já, og við ætlum að taka upp á sunnudaginn en veistu það, ég segi þetta ógeðslega oft í þáttunum okkar. Það er mjög oft sem eftir eitthvað sko by the way, við ætlum að taka til þarna og svo ætlum við að taka they don't need to know. Við erum alltaf on schedule, aldrei neitt gerist, við tökum alltaf upp á réttum tíma. Alltaf. Og ekki eftir háttatíman hennar elektri. Við erum alltaf kortir í háttatíma minn. Já. Við erum alltaf að breyta og þetta er líka svo hættrætt núna þar sem við erum bara eitthvað, ok, að koma eftir kvöldmat. Já, það er svo þægilegt að fara eftir kvöldmat bara. Það er alveg miklu meira næs. Það er svo mikið meira næs. Mér finnst þið mikið hressari þó þú sett alltaf geispandi. Já. By the way, Tristan þarf að setja geisp-count á þættin okkar. Eftir að við byrjum að taka eftir. Ég annars bara fann að geispa hana. Ef maður talar geisp, þetta er smitandi. Já, þetta er svo smitandi eins og þú horfir ekki geispa á Sorry allir sem að geispið eftir þessu. Það jokes. Nei, vá, ég trú alveg ég sé kannski bara að geispa svo þau ekki. Ég byrja að vakna snemma bara. Veistu hvernig ég vaknaði morgun? Hvernig? 7:20. Þú hefur samt alveg verið að vakna fyrr en það. Þú hefst búin að fara í barri og eitthvað. Ég veit að, ég vaknaði bara. Já. For no good reason. For no good reason. Fyrir það vaknaði ég kortir yfir 7. Þú veist, ég vakna alltaf fyrir 7:30 núna bara ekki viljandi. Þú veist, ég mannlega vakna 3 viku klukkan 6 fyrir barri og eitthvað. En hina dagina, ég bara rokka að vakna fyrir 7:30. Why you do that? Ég veit það ekki, eins og þegar ég og Kristján varum í sumarbústaðinn. Þú varstu bara up and at 'em. Við bæði vorum. Á laugardeginum vöknuðum við sko, ég man, þetta var 7:08. Ok, ég vaknaði 7:30, svo vaknaði hann bara hvað klukkan, ég bara 9:08. Hann bara, hæ? Ok, þú veist, við vorum bara vakandi og bara vöknuðum. Old people. Já. Vakna okkur slag snemma, fara í göngutúra, postla. Já. Happy times, happy times. Sofa snemma og hægt að djamma. Hægt að djamma? Nei, ég er ekki að djamma. Byrja að drekka mjög mikið af te.
Ég sem sagt. Þú? Já. Já. This is an old people podcast for old people. Já, í Sudoku, Í Sudoku. í náttúruðum og eitthvað svona. Þetta er geðveikt, sko. Sorry, grammars know what they're doing, sko. Hæ? Grammars know what they're doing. They Þetta do. lifestyle. Þetta They djóka. Ég, sko, það er einn draumur sem ég er búin að hafa síðan ég var barn consistently. Verða amma. Já. Ég er ekki búin að vera viss hvort ég vilja verða mamma. Já. En ég hef síðan að ég var svona 8 ára verið for sure að ég vil vera amma. Ég bara horfði á ömmu mína, hún var ekki að vinna, hún var bara, þú veist, að baka stundum. Já, baka stundum með, þú veist, barnabörn í heimsókn, alltaf með ís í fristinum. Já, ég hélt að hún veri rík og til stundum keypti hún, þú veist, leikfeng fyrir mann on a whim og ég hélt að maður þetta var ríku til að gera það. Ég hélt sko alltaf að amma mín var bara molduð og þegar hún alltaf að kaupa eitthvað fyrir mig. Ég baði mig eitthvað að búðinni það bara já, en þetta er bara ömmur. Já. Þetta þurfa svo lítið að kaupa eitthvað. Þannig að, já, ég er með háleit markmið og það er að vera amma hvort sem ég verð mamma á æfinni eða ekki. Og mér finnst þau báðar að vera reaching that goal fast. Ég er búin að vera amma í svona 1,5 ára eða eitthvað sko. Já. Ég er alveg, síðan ég var a baby, þú veist, þú heldur ég sé skrítin núna, ég var alveg a weirdo í leikskóla. Geispeitt kom í hús. Ég náðu ekki að klára það. Þetta var ekki satisfying geisp. 0,1. 0,1. Nei, já, þú veist, þetta með skrítna orðin, ég alveg talaði like a weirdo í leikskóla, ég var alltaf bara eitthvað að pikka upp ef ég horfði á teiknum mig. Ég veit að missin á eitthvað var. Það starf hérna. Ég veit það ekki. Ég fór einhvern veginn að ímynda mér að það væri eitthvað svona að rífa kjaft og ekki taka í þennan. Nei, en ég var, þú veist, ömmur mínar eru handverkskonur. Jesús. Amma sé ekki að lopapyssu. Og amma Gulla, hún er svona listakona. Ég sagði þetta þegar ég var 2 ára. Weirdo. Yeah. Weirdo. Such a weirdo. Been a grandma for a while. A while. Þannig að, yeah. Getur ímyndað eitthvað svo ofta en búin að segja while í þáttunum okkar. Þetta er með while count. Nei, bara ímyndað er hversu oft í gegnum alla þættina okkar við erum búin að segja oft a while. Yeah. You know what, hell yeah. Getur, Ok, þetta er alveg drikkjuleikur. Yeah. Taktu okkur með í næsta príkgeimið þitt. Taktu skoti hver skipti sem er while eða yeah. Oh my god, það er ekki hægt að gera þannig að horfa þættina og bara í hversin að setja þetta og bara tekja sig bara þegar við segjum alltaf sem hlutina eins og bara oh my god eða hafa svona bingo skilur af því að maður getur alltaf haft svona eins og aðna hvað var það þér? Boyle bingo í Brooklyn Nine-Nine horfðu Brooklyn Nine-Nine Já It's been a while samt Been a while even Ok, þeir real ones veitu hvað Boyle bingo er þá var þetta þú veist aðna eitthvað svona Thanksgiving dæmi og þau voru með svona ef Boyle myndi segja eitthvað svona catchphrases já, gobble gobble, 3 svar gobble þá þú veist yeah en já, við ætlum að taka upp í sundi en það var bara svo gott veður að við bara gerðum það ekki þetta var svona viltu þú taka upp? Viltu þú taka upp? Gæti alveg gert það þú veist ef að þig langar þá gæti ég alveg en ég er samt alveg í piknik alltaf þegar ég segi alltaf þegar ég spyr þú veist við getum tekið þarna eða þú vilt frekar gera það er það að ég að segja ég vil ekki taka upp í dag ég vil taka upp sérna og ég fíla það það að hafa svona við erum líka alltaf svona frekar polite about it erum báðar einhvern veginn svona sko ef að þú ert hérna ef að þig langar ef þig langar að færa til þess að þú getur verið í sólinni svo það hendar þér já ég er bara að hugsa þig og þinn tíma í sólinni virka fyrir mig ég get alveg fært hluti til þess að þú getur fengið tíma í sólinni þetta er allt fyrir þig þá er ég laus á þriðjudaginn við erum alltaf very polite about it og very not at all obvious með hérna ulterior motives
Ég ætla að reyna að finna íslenska orðið fyrir þetta en Það var ekki bara að gerast. Nei. Nör. Það byrja bara að syngja. Nör. Hvað er ég að segja? Já, við erum bara að vera svo mikið svona sko það er bara búið að vera svolítið mikið chaosi út af ég byrja í skóla. Þér að kenna. Bara eðilega allt. Ég Get a grip. Önnur mín var að byrja og ég að fæla blóðballa og reyna að segja þetta. Ég veit ekki hvað ég að segja. Ég actually bara eitthvað rosa heilblóðall. Let's not. Nei. Já, bara önnur mín var að byrja og það var allt ógeðslega stressandi og ég svona þetta betur út á skólanum eitthvað svona, bara svona gett mikið við svona mér og eitthvað og ég þurfti til dæmis að senda mitt fyrsta hate mail á kennara daginn. Tell us about it. Ég hef heyrt þetta. Yes, you have. Fekk þetta beint í æð. Já, ég var sko ógeðslega reið og I'll tell you guys about it. Ég googlaði hana bara og það ekkert hana. Þannig, já. En ég ætla ekki að get that much into it svo ég sé ekki cancelled. Ef einhver Af kennarasamfélaginu hérna. Já. Kennarar sé ekki frá cancelaði. You never know, man. You never know, man. Þetta eins og hún. Það má ekki nefnina. Hún svo skrítin, oh my god. Anyways, ég ætla líffræðikennari minn, bara weirdo. Ég fucking hata hana. Svo erfið. Þetta stórt orð, Elektra. Zero fucks given, sko. Anyways, ég held ég búin að meita svona 5 tíma hjá henni. Hún sem sagt eitthvað ruglu. Ég fekk hérna út af því að á miðvikudeginum í síðustu viku þá var sem sagt nýnæmadagur. Og þú veist, ég líffræði þú veist, þetta ég bara hvað að spósa hvað skóli ég í að og ég í FB og í FB þá þetta þú veist allur aldurshópar eru bara mixed þú veist, ég með 30 konum í dönsku og svo ég með þú veist 04 módulum og 09 módulum í starffræði skilur og svo ég með þú veist hvertur eru konu kannski í 09 módul 09 var að byrja í skólanum 09 eru 16 og eru byrjun núna. Hvað svona wild? The fuck out of here. Hvað? Ertu sjokkið að nú eru komin í menntaskóla? Þeir eru nýnumar. Það galið sko. En já, þú veist, það þessi aldurshópur, þessi getur verið bara með frá 09 áfanga upp í 30-40 ára. Þannig bara mjög mixed og það var einmitt hérna miðvikudaginn 27. ágúst þá var eitthvað nýnaferð þannig þú veist það féll niður 1 starffræðitími og við máttum gera verkefni í líffræði til þess að mæta ekki í tíman út af því að þú veist það leiðilegt fyrir þá sem eru ekki nýnamar að þurfa að gera eitthvað meira eða eitthvað svona mæta í tíma eitthvað þegar hinn bara ykkur frí eitthvað ég veit ekki þú veist mér hefði verið svo fokk sama en greinlega finnst kennurum það leiðilegt og þannig á þriðjudeginum 27. ágúst þá fæ ég e-mail og veitir þið það? Ég ætla bara að lesa þetta e-mail wait get ég fengið bara eitthvað svona elevator music á minni en að finna þetta e-mail hérna hún ok ég fæ hérna e-mail frá henni sem unidentified, nei fæ henni Þú ert svo góð í að tala fólk nafnlaust ógeðslega góð í því, hvað meinarðu? Frá henni hérna Little Miss líffræðikennara hérna 27. ágúst kl. 15:55 Ég man eftir þessu út af því ég var í bílnum mínum alveg inn í barritíma sem byrjaði kl. 16:15 þannig ég var í Kringlu parking lot í bílnum aðeins að skrolla TikTok þannig til að hafa komið viðandi tími fyrir mig að labba inn í salinn þannig, ég man þetta
svo vel. Ég fæ hérna, Sælöll var að setja inn nýtt verkefni lýðheilsu. Þetta verkefni er sérstaklega fyrir þau sem eru ekki að fara í nýnumeferðina. Þið þurfa að skila verkefninu fyrir lok tímans í fyrramálið en fáið þið staðinn frí í tímanum og svo innan sviga megi sofa aðeins lengur. Verkefnaskil gilda sem mæting. Best að vinna bara í kvöld. Þeir sem fara í nýnumeferðina með alveg vinna verkefni líka og fá það bara plús í virkni einhverjuna innan við sögja frjálst. Kveðja. Og já, sjáu hér, þið sjáu ekki neitt, hlustið hér. Hún segir hérna, þið þurfið að skila verkefninu fyrir lok tímans í fyrramálið. Hún sendir þetta á þriðjudegi klukkan 15:55. Tíminn er á miðvikudegi klukkan 8:30 til 9:25. Skiljiði. Við ætlum að skila þetta fyrir lok tímans, það er að skila þetta fyrir 9:25 og þetta er verkefni og þetta var bara líka lýðheilsu. Við erum ekki búin að læra bön og bíp lýðheilsu, bara ekki neitt. Að hvernig ég gera verkefni og ég þykir maður að læra neitt þetta, þetta er bara eitthvað svona, bara þú skrifa frumur, hvað, ég finnum ekki búin að læra neitt frumur, þú veist, ég veit ekki, bara eina sem þessi kona er búin að ramble about í fucking tímanum sínum er bara hvað krakkar í dag eru orðsum mikla fitubólur, skilurðu? Her words, not mine. Her words, not mine. Hún gaf okkur fyrirlestur í líffræðitíma þegar hún var í sundi og var að tala það að íslenski krakkar í dag eru orðin svo mikla fitubólur. Oh my god. Og eftir að segja fitubólur 5 sinnum þá var hún bara eitthvað má ég vera að segja fitubólur, hann alltaf má ekki neitt í dag, þið minnur bara að fara til skólastjórans og fara að væla hvað ég sagði fitubólur, hann alltaf má ekki neitt, þið eru bara það viðkvæm, bara we are standing right here, þú ert að tala við bekkin, skilur já, þið fattu, hún er ruggluð. Veistu, I don't give a fucking word. Ó nei. Við þurfum að skipta topic áður en að Elektra fer að berja í hurðar. Þið varum að taka tjóki. Where's the door? Where's the door? Nei. Smá lyftutónlist á meðan að Elektra andar. Veistu hvað? Kristján kallar, hann var að segja náttúrulega öndu í fyrradag. Hann var ekki, já, þú talaði við Ídu heitir ekki Ída? Æra? Ída? Ég bara, Ída? Æra? Já, svo er ekki, nei, Anda. Það var líka einhver, Ída? Ída? Emil og Ída? Já, eitthvað, Ídís, eitthvað, hann vissi ekkert hvað maður að segja. En, já, back to this. Og ég sendi hérna að því ég sendi svo að Junior sendi á mig og var eitthvað að því við erum saman í áfanga og hún var eitthvað, ert þú komin, sérð þú okkar verkefni? Og ég bara, nei, það er ekki komið á mér að því ég fór hún innu og ég bara what the fuck, það er ekkert fucking verkefni hvernig ég skilja verkefni sem er ekki komið inn á innu þannig ég þannig Silvía segir við mig eitthvað svona ok, ég var að senda e-mail á kennarann og láta hann vita að það er ekkert verkefni inn á innu þannig ég sendi klukkan 17:38 beint eftir barðitíma minn já, þetta var bara komin heim og ég segi, hæ, það er ekkert verkefni sýnilegt inn á inni hjá mér svo er ég bara freaking out, ég er eitthvað, ok, hvernig á ég að gera verkefni þú veist hvernig á ég að gera verkefni sem er í stað fyrir tíma morgun klukkan 8:30 þegar verkefni er ekki komið inn á innu þannig ég bara, þú veist, mér fannst það galið ég og hún var bæði búin að senda á hana mail líka bara það, hvernig hverfur í marga klukkutíma Junior sendi þetta strax á hana að það væri ekkert verkefni og ég sendi þetta, þú veist, 1 klukktíma og kortir 20 mínútur seinna, skilur, e-mail á kennarann nei, ekkert svar svo fæ ég hérna klukkan 21:02 ég er bara leikit upp í rúmmi þú veist, ég er að fara að bursta með tennurnar bara eftir, þú veist, 20 mínútur, skilur þá sendir hún athugið nýtt verkefni í stað tíma í fyrramálið. Þetta verkefni kemur í stað mætingar í tíma 27. ágúst, þá deginum eftir á, þar sem hluti hópsins er í nýnamaferð. Þið þurfa að skila verkefninu til mín fyrir lok tímans í fyrramálið.
megi vinna það heima í dag og skila. Þið fáið mætingu þegar verkefni hefur verið skilað. Innan sögja, þeir sem skila í dag geta þá sofið út á morgun. Now what the fuck do you mean ég get sofið út á morgun þegar þú ert að gefa mig verkefni klukkan 9 kvöldið? Í staðan fyrir að mæta í tímanasta dag, ég var bara svog. Þarna var ég bara nei, þetta finnst mér bara ekki vera rétt. Þannig ég sendi leiðilegan post klukkan 21:24 að því ég var í 22 mínútur að skrifa hann post. Ég var svo reið. Ég var líka svo mikið að hugsa hvernig, ég var svo mikið að passa mig hvernig ég orðaði þetta. Ég var að reyna að vera ekki hvað ég fokkar með að þér skilur, ég var að reyna að vera bara svona, þú veist, I toned it down, en samt sem ég sendi bara reiðan post, ég var svo reið og ég sendi, sæl. Mér finnst þetta ekki vera sanngjarnt að gera verkefni svona seint að kvöldi til þar sem við fengum senda post klukkan 15:55 að verkefni verið komið inn á innu og það var hægt að vinna í því í dag til þess að sleppa við tíman á morgun og fá að sofa eins lengur. Verkefni var aldrei komið og ég sendi post sjálf það klukkan 4. Ok, ég reyndi að senda klukkan 5 að það væri ekkert verkefni. Núna kemur verkefnið klukkan 9 á kvöldi til þegar þetta verkefni átti að koma í kringum 4. Ég til dæmis að sinna öðrum áfanga og að lesa bók fyrir svefninu mitt núna og mér finnst það ekki vera sanngjarnt að þurfa að gera verkefni sem átti að vera komið inn fyrir 5 klukkutíma síðan. Maður átti að geta skilað því í dag líka til þess að þurfa ekki að vakna snemma en því að þetta kom svona rosalega seint þá þarf maður samt að vakna snemma í fyrramáli og gera þetta verkefni spurningamarki. Er það ekki sanngjarnt að leyfa skilaprestum að vera til 4, 27. ágúst eða allavega í kringum hádegi þar sem þetta ekki okkar villa og átti að vera löngu komið inn? Spurningamarki, kveðja er eftir að heyra. Ég var svo ósátt. Veitu, hún svaraði mér aldrei. Hún svaraði ekki fyrsta meldinni sem ég sendi að segja að verkefnið kom aldrei inn og hún svaraði ekki þessum reiðum post frá mér. Þannig, ég vaknaði ekki fyrir að skila verkefninu snemma inn. Ég var ekki að fara að gera þetta klukkan 9 kvöldið. Bara bitch, I'm going to sleep. Nánast. Bara ég fer að tannbursta mig fyrir 9:30, skilurðu. Þú veist, núna venjulega verið að fara að tannbursta mig til 10 mínútur, skilurðu. Bara, þetta finnst mér bara óbóðlegt. Ekki í boði. Og þannig ég ger verkefnið klukkan hádegi næsta dag. Það var bara inn á innu, skilaprestur liðinn, skilur að þau maður alltaf átt að skila því fyrir 9:25 í fyrramálið. Þannig ég sendi, sæl. Þrátt fyrir ósvöruð í e-maili, þá er hérna verkefni mitt og sendi henni þá verkefni mitt. Hún svaraði því heldur ekki. En eitt svoleiðis, svo fáum við sendt hérna deginum eftir á. Þegar ég gerði verkefnið. Það sendur hún klukkan 17:08. Alltaf þegar hún er að senda eitthvað, hún er að senda alla nemendurnar. Hún gat aldrei bara svarið mér. Þá sendi hún, sæl, þið voru ekki búin að skilja með lýðheilsuverkefnin í morgun, gef ykkur sjans út kvöldið. Ef þið skilið svörum við þessum 2 spurningum fer fjarvistin, en annars stendur hún. Kveðja Vó. En já, veistu það? Ég skilaði, hún náttúrulega opnaði skilafrestin og gerði hann náttúrulega lengri. Svaraði engu af því sem ég sagði, engu, bara hunsaði mig. Ég var bara ghosted as seemed the most the fuck I've ever been. Vá, I never felt so unheard in my life. Ég var ghosted og fjarvisti mín er ennþá hérna. Og tíminn er á morgun og ég er að fara á morgun. Ég með reminder í símanum mínum að spyrja hana hvernig hún ætlar að taka þessa fjarvist af. Að því maður átti að fá fjarvist yfir höfuð út af því að þetta byrjaði með svo fokki mikið. Þú getur ekki gert kröfu það að nemendaginn eiga að skila verkefni þegar þetta átti að vera komið fyrir 5 tímum síðan. Skilur, ég hef getað unnið í þessu real quick eftir barri, hætt að pæla í þessu og fara að sinna öðrum áfangar. Nei, ég ætla bara að sleppa það sem ég er að gera núna klukkan 9 kvöldið til að skila verkefni eða til að vakna í fyrramálið til að skila þessu verkefni þegar hún sagði mér að þetta getur skilað svo maður getur sofið lengur. Já, þetta var skólasaga mín, allan að það sem ég fá núna.
Þetta var bara svona pirringur og svona æsingur yfir my teacher. Your favorite one? Yeah, my favorite one. Annars ég bara frekasátt nema bara very freaking kvíðin. Fuck í þolgöðu en ég elska það samt. Þetta svo mikið love and hate relationship. Já, þú elskar að vera með það project. Já, það svo geðveikt að vera í fullum alltaf með það project. Já, það svo geðveikt að vera í fullum skóla en svo maður bara, okkur ég að gera þetta við sjálf mig. Why am I crying? Já, why am I crying on a Saturday night bara eitthvað út að kvíða. Skilur, ég actually bara misti mig á laugardaginn. Og bara freaked out. Nei, ég freaked out, ég var með svo mikið að verkefnum og ég var svona, þú var svo stressið með neglurnar og tímanna og Reykjavík Makeup School og ég var bara fuck hvað ég að gera, skilur, þú veist, ég var bara svona yfir það myndi bara emotion og ég var bara farin í fílu, þú veist, eitthvað, ég var heima með Kristjáni og ég var eitthvað að reyna að læra og við vorum að horfa mynd með bróður hans og við vorum að horfa Pitch Perfect 2 Pitch Perfect 2, okkur sagði þetta svona skrítið Pitch Perfect 2 já, við vorum að horfa Pitch Perfect 2 og það var svona smá eftir myndinni þegar ég svona joinaði hana og ég var bara komin í fílu bara pissed off ég var pissed off, ég var sad, ég var overwhelmed, ég var overstimulated ég var svona eiginlega ennþá þunn þú veist, það var ekkert að ganga fyrir mig og ég var bara drepþreytt þetta var bara núna að leiða þannig að þau voru alltaf að djamma á föstudeginum svo vaknaði ég alltaf bara 10 og gera nefnilega 3 píur og menn ég var alveg svolítið þunn þurfti svo bara að fara hindur að svo læra skilur, þannig ég var svona þetta var bara svona hammer to the head dagur skilur og þegar ekkert var að ganga hjá mér að læra ég var ekki með the right headspace til að svona fatta lærdóminn minn og þá var ég bara oh my god, þú veist, ég aldrei bara mega þetta ég bara fellið þessum áfanga, oh my god, þú veist Reykjavík Makeup School þessi og svona negluna, oh my god, hvernig ég að fara að skvísa þessa mynd oh my god, hvernig ég bara ekki neglu, oh my god, ég minn engum pening ég var bara svona, kom bara eitthvað svona á mig og eftir myndina fer ég inn í herbergi ég var bara quiet, ég bara tala við engan og Kristín var eitthvað, ertu góð? Já reyna að halda mig saman já, og reyna að halda mig saman ekki spyrja aftur, ég mun gráta nei, actually og svo fyrir við inn í herbergi hann eitthvað svo loka á hörnu bara, Ela, við erum leið með þig og ég bara ekki henni og ég varaði við, ef þú spyrði aftur þá fer ég að gráta nei, og því að ég var ekkert mann að tala við hann þú veist, það var eitthvað svona að tala við mig ég var bara ónlega leið og pyrrði ég bara tala ekki ég var bara, actually bara já, ég var bara mouth closed fílu og bara ekki tala við neitt og eitthvað og þarna, já, og þá leið og kemur bara svona, ertu góður alltaf leið og fyrir svona grúsa mig það bara og þá bara fyrir bara að grenja bara það eina sem ég gæti gert til að halda tárunum inni að sleppa því að tala já, og þú ert að stoppa það já, why are you caring about me, skilur þú? Stop it já, bara hætta að sín mér aðstöðu mikið og spila mér hvað sé í lagi bara leið og kemur, er allt í lagi og bara svona grúsa mig þá er ég bara nei og þú fór ég að græna ég fór í breakdown í svona 20 mínútur og svo fór ég í gott skap ég þurfti bara svolítið að græna ég þurfti bara að klára þetta, ég þurfti að koma þessu út já, ég þurfti bara aðeins að því að svo á sunnudeginum þá var hann eitthvað, ok, við ætlum að læra þannig þú veist, þá vaknaði ég snemma líka því ég hætti við að fyrir ammali og þannig vaknaði ég snemma og við actually bara hann hjálpaði mér að læra í svona 5 tíma eitthvað, við bara lærðum og ég er ekki lengur eitthvað það behind þess vegna ég var bara actually áðan þú komst þess vegna gætu verið bara TikTok og eitthvað svona og taka svona quiz því ég var ekki að fara úr stressi og ég var actually bara oh my god ég var búinn ég er búinn með heiminum og oh my god ég er actually ekki núna eftir að ég efnafræði ég er bara catch up ég held ég sé actually bara komin lengur en áætlun skilur við fátt betra þegar maður er búin að fríka út og svo svona ég var bara I did it já, andjóks, þetta var svo mikið svona relief núna þegar ég komin á réttu spór gæt andað, þess vegna er ég ekki þess vegna var ég ekki að dreyma bara, ok, þáttur taka upp núna þess vegna voru náðu að ramble ég er bara núna að live laughing and loving yeah, just had a little chat hérna fyrir taka upp seinnipartin já, smá tea time þú veist bara good, tea time love a little tea það haust það er svo stutt í efnafræðiprófið og það er sko you got this það er shit sko. you got this en já ef það verður sponsið förum í sponsið þessi þáttur er sponsaður af Luxa það er bæði vefverslun og svo erum við verslun Suðurlandsbraut 52
Bláhúsinu Faxafinni. Þetta hann í rauninni bara á milli ísbúðunar og metró eða þar, þú veist, svo þrýringur. Í Skeifunni. Í Skeifunni. Þetta snyrtiverslun. Þetta snyrtivöruverslun, það make-up-vörur, make-up-vörur, naglavörur, tannvörur, lasvana, we got everything. Og komna með nýja vörur. Núna að komna sko út. Núna eru nýju vörunar komnar. Það allir... Og það engin surprise boxes. Sorry, viljum við maður ykkur. Við heldum að það eru surprise boxes. Já, í síðasta þætti vorum við að tala um að veri allir fá surprise boxes þannig til að byrðin endast eins og hefur alltaf verið. Svo bara kom það ekki. Já, en ég reikna með ástæðan fyrir því að þau komu ekki. Hefur eitthvað með topiki okkar að gera í dag. Heldur að setja þau? Svona, já, ég held að það sé vegna þess að, góðir hlustendur, það var að skella á TPO-bann í Evrópu eða Evrópusambandinu og framleiðandinn í Ungverjalandi sem í Evrópusambandinu. Þannig að það verið að breyta öllum formúlum yfir í TPO frítt. Þannig að ég reikna með að ástæðan fyrir fengum ekki surprise boxes út af því að þeir voru bara busy. Þú veist, þeir eru bara að búa til allt katalógi sitt aftur í staðin fyrir að eiga byrðir og vera að gera, þá eru þeir bara að byrja upp og nýtt. Allir litir, allt saman. Yes, sem var gott transition yfir í topikið okkar, sem er TPO-bannið. Ég ætlaði basically að reyna að útskýra það eins mikið á mannamáli og hægt og því að ég tók alveg að minute að reyna að skilja hvað þetta og því að ég ekki efnafræðingur eða vísindamaður eða neitt, ég bara naglaskvísa. Þannig að ég veit ekki hvað þessi efni þýða eða hvað það er. En kannski er þetta spýttin á mig út í mér. Ok. Kannski er þetta eitthvað sem ég er að læra í efnafræði, þannig að það efni og eitthvað. Kannski, who knows? Listen up. Ég sem sagt skrifaði niður bara svona nokkra punkta og ég ætla að reyna að gunna yfir það á íslensku. Það sem sagt verið að banna TPO innan hérna Evrópusambandsins, en því að Ísland ekki Evrópusambandinu, þá ekki komið bann hjá okkur, technically. En við erum að kaupa þetta frá Budapest. Já, en við erum að kaupa þetta frá Budapest, þannig að það alltaf að koma í TPO frítt og flestar naglaverslanir á Íslandi eru að versla úr Evrópu, þannig að ég held að það sé alveg það. Þú myndir ekki segja að við verum í Evrópu? Við erum í Evrópu, en við erum ekki í Evrópusambandinu. The EU. Manstu þetta Brexit? Bretland að fara út úr Evrópusambandinu. Já. European Union. Er þetta kveikið einhverju bjöllum? Ég man eftir einskipti þegar við vorum í London og mamma var að spyrja hvort að við vorum með tax-free og þessu nei og eitthvað svona út af því þegar við vorum bara hægt að þar og hún var sko svo ásatt. Það er eina sem ég veit. ESB, þú hefur heyrt talað um það. Ok, þið hafið örugglega heyrt talað um það. En við erum satt ekki í Evrópusambandinu þó að séum í Evrópu. Sem þú veist, ástæðan fyrir því að ef við varum að framleiða þá væri við fæn. En við erum ekki að því. Þannig að þetta Hvað er þá? Við erum í Evrópu, en við erum bara ekki í Evrópusambandinu. Erum við eitthvað í sambandi? Ég er í sambandi með Ransan, en þú? Mammina. Ég er í sambandi með mammaðinni. Nei. Ég skil ekki. Þetta bara svona einhverju hlutir sem bara þýða svo ekkert fyrir mig í lífinu. Þannig bara, why should I know about this? Bara honestly, afgrætt ég að vita hvað höfuðborgin í Tókjó skilurðu? Girl, Tókjó höfuðborgin. Nei, ég meina höfuðborgin í Japan. Goodbye, France. Hello, Paris. Ég var að segja við þig, ég og Kristi varum á TikTok á hann og vorum að taka quizzes og þá kom spurning eitthvað, what's the capital of Japan? Og þá kom Tokyo. Þannig að varst að læra þetta á hann? Nei, ekki læra þetta, ég var bara að taka dæmi sem ég bara var að minna eftir áðan en ég flippa þessu bara. Ok. En ég ætla að reyna að fá þig til þess að lesa fullt nafn TPO fyrir mig. Ok.
svona fyrst ég er að gera smá grínar að þá væri ég til í að fá þig til að lesa þetta upp. Hefur þú ekki eitthvað bara brain farted og sagt bara eitthvað vittlust? Og svo skal ég hérna fá Tristan til þess að setja nafnið á skjáin. Reyndu að lesa þetta. Þetta er þetta stóra. Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide. Slay. Og til ég ætla ekki að lesa þetta. Þetta var fokkin erfið. Þetta er fokkin hörmulegt. En þetta er kallað TPO. En ef þú veist að leita að á umbúðum þetta á er pirrandi skammstöfun. Skammstöfun. Hvað er það að segja skammstofun? Viltu freka segja trimethylbenzoyl oxide? Nei, þetta er pirrandi skammstöfun. Oh my god. Jú. Flexa hérna eitthvað. Ég var líka með 5 skallir þess að ég sé eitthvað I got money house. Nei, þetta er svo, já, TPO, þetta er svo TPO, þetta minnum við bara APT læginu. APT. Já, TPO, nei. Þetta minnum við allt mikið á það. Okay. Það er svona, það finnst mér þetta svo fucking pirrandi skammstöfun. En þetta er sem sagt bara efni sem er í gelvörum sem lætur það harðna. Þetta er kallað photoinitiator á ensku, en þetta er bara efni sem er í gelinu sem lætur það harðna. Tekur það frá því að vera svona hrátt liquidi yfir í solid á nöglunauðinum. Það er það sem að TPO er. Why the fuck are we removing it then? Why are we removing it, you ask? Nei, þú veist, ég veit þetta ekki. Já, það er ég sem ekki kom með þetta og til hún er búin að dúin að læra í skólanum og þá kom ég með... Já, ég vinn í þessu búð og ég veit ekki neitt. Nei, hérna... En það er sem sagt verið að fjarlægja það for stupid reason. Að mér finnst. Það er verið að setja annað efni sem er photoinitiator. Það er til fleiri efni sem að gera þetta en TPO bara hendaði sérstaklega vel fyrir naglavörur bæði út af, þú veist, alls konar sem að kemur ljósdíóðum við og alls konar eitthvað svona sem Anda er búin að vera að reyna að útskýra fyrir mér which I find very hard to understand. Ég skal setja linka við sem að útskýra þetta vel ef þau vilja almennilega lýsingu, ef þau vilja the shitty one sem að, þú veist, eins og vinkona að reyna að segja þér hvað þetta er, þá haldið það fram að hlusta. En það er sem sagt verið að taka TPO af markaðanum í Evrópu út af því að það er CMR efni í flokki 1B. CMR stendur fyrir Carcinogenic Mutagenic Reproductive Toxic. Sem sagt getur stuðlað þróun krabbameins, getur valdið efrabreytingum, getur haft áhrif á frjósemi eða fósturþroska. Og þetta hljómar ógeðslega skeri þangað til að þú lærir að studyið sem var gert til þess að komast að því að þetta getur haft áhrif á frjósemi og fósturþroska. Það study var gert á rottum og ekki bara var það gert á rottum, heldur var látið rottunar éta það sem að þú veist, ég veit ekki með þig, en þegar ég er að gera gelneglur þá éti ég gelið yfirleitt ekki. Nei. En það er ástæðan fyrir því að það er verið að banna það og til að það var látið rottur éta þetta og það leiddi að ófrjósemi í rottunum. Það er, þú veist, það er pretty much ástæðan fyrir þetta var gert. Sem er wild, og til, again, fólk er ekki að éta þetta. Og þú veist, það var úrskurðað að þetta væri ekki krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi, en þetta hefði áhrif á frjósemi út af þessum rottunar. Again, við erum ekki að éta þetta, þannig I don't know what the fuck that gotta do with me. Og ég vil taka það fram að það var ekki naglafyrirtæki sem var stóð á bak við þessa rannsókn. Þetta voru háskólinn í Cambridge, umhverfisstofnun Bandaríkjanna og þjóðstofnun lyfjagigt, sykursýki, meltingar og nýrnasjúkdóma sem stóð á bak við þessar rannsóknir. Og for some reason er ennþá verið að leyfa animal testing en
that's neither here nor there. En það pretty much ástæðan fyrir því að vera að banna þetta. Akkur getur við ekki byrjað að testa bara nauðgara? What are they gonna do? Say no? Þú veist, ekki hægt að sprauta akkur shit í þá eða? Yeah. Láta á geta hrátt gel. Yeah. Akkur er það að testa rottur? They haven't done a thing. Rottur eru líka darlings. Nei, bara peaceful. Þeir eru bara lovely. Þeir eru bara living. Þeir eru bara get fucking cute. Yeah. Akkur getum við ekki byrjað að testa afbrotumenn? We have some emails to send eitthvað. Yeah. Oh hell yeah. Ég orðin fær í að skrifa e-mail núna. Þú ert orðin fire í e-mail skrifin. Þú ert orðin góð í þessu. Ég líka með engan negl núna. Yeah. Ég get farið bara að senda mjög mörg greið e-mail. Yeah. Og hratt. Negluna ekki fyrir. En já, pretty much þetta ástæðan. Fuck ass ástæðan sem spyr mig. En hér eru við. Og fun fact, TPO ekki bara notað í naglaverum, vissir það? Þetta líka notað af tannlæknum, þú veist, til að gera like fake tooth og hérna, þú veist, það notað á svona til að prenta á plast og einhver svoleiðis, þú veist, hefur ekki einhvern tíðan haldið á, þú veist, plastumbúðum eða eitthvað og það svona, þú veist, eitthvað letur á og ef þú snertir að þá svona strókast það af og þú með svona svarta puttunum. Það bara út í að það var ekki verið að kjúra prentdótariðið nógu vel og það þá líklega TPO í þessu líka en það ekki verið að banna það í þessum tilgangi. Tannlæknar mega að nota þetta ennþá, þetta má ennþá vera að nota í plast hérna, prent og 3D prentun og eitthvað svoleiðis en við megum bara ekki lengur nota það. Af því að rottur get ekki höndlað það. Yeah, af því að rottur get ekki étið það. Við getum ekki heldur étið þetta. What are you on about? Allavega hvernig getur við vita hvort að vara sé TPO free? Ef þú fyrir að lúksa þá er það super easy. Hluturinn merktur sem THF eða TF. THF TPO og hemafrítt. TF TPO free. En ef þú ert að vesla hjá einhverjum öðrum for some reason að þá það langa orðið sem að Elektra var að reyna að lesa á hann sem að stendur í lýsingunni. Fjárveistu mín farinn. Oh hell yeah. Ég var að tjekka því núna. Ég þarf ekki með þetta reyða morgun. En já, þetta actually more interesting than I thought. Ég held ég myndi vera alveg sleeping á meðan þú voru að segja þetta. En þetta actually so interesting. Ég sagði líka byrjun á þættinum, taktu niður hvert skipti sem hún geispar. Það alveg bara búið að gera einu sinni. Ekki bara að ræða það. It's gonna happen again. En hérna, þú veist, svo ég líka, þú veist, ég með svona smá frequently asked questions. Þú veist, það komið eitthvað alls konar bull á TikTok það að gel sé orðið ólöglegt í Evrópu. That's just not true. Ég að sjá alla henda vörunum sínum. Það því miður í sömu löndum máttu ekki nota byrðina sem hún átt. Þú veist, Anda var að tala að það allavega í Ungverjaland og einhver svoleiðis bara, þú þarft bara að henda stöffinu þínu. Sem líka bad for the environment. Rottunar eru frekar að fara að éta þetta og hendur í sér rusli heldur en þú gerir en það ekki svoleiðis í Íslandi. Don't go throwing out your stuff. Þú mátt nota, it's fine. Það ekki búið að vera neitt frumvarp það að TPO sé orðið ólöglegt hérna. Og hérna, þú veist, það nokkri búin að vera að spyrja, þú veist, það búið að vera að hringja í vinna til okkar í dag og til því að þetta tók effekt í Evrópusambandinu, þú veist, núna fyrsta í þessu mánuði, þannig að það þú veist, fólk búið að vera að sjá þessi TikTok og eitthvað svona alls konar misinformation all over everywhere og þú veist, fólk að fríka út yfir því hvort það sé búið að stofna sjálfum sér eða öðrum í hættu með því að nota vörur með TPO. No. Þú veist, þetta ef að þú notar gel ekki properly og þú herðir það ekki properly og allt þetta þá það hættulegt. Sama hvort það sé TPO eða ekki, ef þú étur gelið þá það væntanlega hættulegt. Sama hvort það sé TPO eða ekki. Þetta líka bara eins og þú myndir ekki opna sjampó og bara fara að drakka það, skilurðu. Þú myndir ekki gera það. Já, þú myndir ekki. Þú veist, þetta eru kemísk efni. Þegar þú ert að þrífa hárið þá þetta ekkert skaðlegt, skilurðu. Já, en líka bara þú veist, þetta sýnir svolítið hvað
það eru strangar reglur í Evrópu og Evrópusambandinu núna spesifiklega að tala hvað má vera í snyrtivörum en önnur ástæða fyrir því að þú ættir frekar að versla á legit stað þegar þú ert að kaupa þér svona kemísk efni í staðin fyrir Shein eða Temu. Shame on you ef þú gerir það. En hérna, já, sem sagt, ég las til þetta, hættulegt að nota þessar vörur, samkvæmt Evrópsku rannsóknarnefndinni öryggi neytenda, nei, not at all. Ef þú ert að gera þetta rétt, no, þá ertu fæn. Þú veist, sama með hvaða gel sem hvort sem að TPO eða ekki, ef þú ert með þetta hrátt á húðinni, þá það hættulegt. En ef þú ert að gera þetta properly, þá ertu bara good. Sem sagt, en það sem sagt flokkunar, merkingar og pökkunar reglugerð Evrópusambandsins sem að flokkar efni, þú veist, sem basically á bakvið þetta bann. Og þau sem sagt meta efni frá bara svona hættulegustu mögulegu útkomu frá því að nota vöruna. Og eru með, þú veist, þeir eru með belti og axlabönd með þetta þegar þau eru að setja svona reglugerðir. Og ég sá eina grein sem var að bera saman svona þeirra hugarfari gagnvart hérna þessum efnum og hérna ef það myndi taka bara einhvern svona mundane hlut eins og skæri. Þú veist, samkvæmt þessu sambandi, merkingar, flokkunarmerkingar, pökkunar, reglulegur, þetta, þeim, að þá væru skæri hættuleg og ætti að taka það úr umferð. Út af því að ef þú meðhöndlar skæri vitlaust að þá getur þú slasað þig. Þú veist, það verið að bera saman. Þau eru ekki að reyna að banna skæri. En bara miðað við hvað þau eru að taka strangt í þetta að þá gæti næstu því hvað sem verið hættulegt. Ef þú meðhöndlar hlutina vitlaust það allt hættulegt að meðhöndla hlutina vitlaust, sko? Yeah, pretty much. Þannig að þetta svona, þú veist, þetta kom líka upprunalega frá þú veist, einhverjum svona já, þú veist, þetta bann kom ekki út af því að iðnaðurinn okkar var í einhverjum brjálegum vandræðum með þetta. Þetta var bara, þú veist, þetta hefur verið fundið í sjónum sem á væntanlega hörmulegt, en það líka að finnast plast í sjónum sem hörmulegt og alls konar viðbjöru sjónum sem hörmulegt fyrir náttúruna, en það í rauninni þaðan sem að þetta svona craziness kemur og svo testað á rottum og láta þeir éta þetta og þannig gerist þetta. Hey, látum bara ekki rottur éta þetta. How about we don't? Já. Hvað gerir rottan? Honestly. En já, þannig að nei, þú veist, í rauninni ekki. Ef þú bara meðhöndlar vöruna rétt, notar hanska, notar grímu, hreinsar upp your areas og verkfæri, þá ertu good. Þú, like, there is no need for all of this freak out. Og við erum búin að tala hvernig þetta númer 2 við erum búin að tala hvernig þú átt að þrífa til dæmis verkfærin allan í fyrra þettunum okkar. Var það í fyrra? A few episodes back. Einhvern tímann. En þetta bara, þú veist, ef þú átt vöru með TPO, þú þarft ekki að henda henni, þú þarft ekki að vera hrættur það að þú hafi verið að valda þér eða öðrum skada með því að nota hana svo lengi sem að þú ert að vanda með þetta. Þú veist, þetta eru kemísk efni, þannig að þú þarft alltaf að fara að valja hvort sem að það TPO í vörunni eða ekki. Þannig að í rauninni kemur niður á það sama. Oh, Anna Gates. Hún líka 7 mínútur í 10, sko. Hún alveg bara, það bara komin tími til þess að þú sér komin í bólið. Nei, ég fyrir að sofa, ég vil vera sofnuð fyrir 10:30. En já, þetta var pretty much all I had to say on the matter. Þetta var bara svona reyna að segja þetta á íslensku. Þetta náttúrulega mjög löng og flókin orð og vesen inn í þessu. En ég held að ég sé búin að segja my piece on the matter. En ég get líka skilið eftir useful links í hérna show notes eða eitthvað. Ef einhver hefur áhuga því að læra meira þetta og frá einhverju sem veit kannski aðeins meira heldur en við. Þetta var samtalið, þú útskýrði þetta samtalið bara ógstu vel, sko. Ég held að þetta var bara miklu leiðilegra. Ég held að ég bara ætti bara Ég meina við náðum bara 2 gespum inn í þáttinn, sko. Já, actually, eða 3. Ég man það ekki.
Tristan keeps the score. Næstu búin að gessa Þannig hana. Þetta var Nei, ég geisp. kom að því var að anda því fram, anda því. Tristan ræður hvort þetta er geisp. Nei, ég ger svona að því var að, það er alltaf eftir að fara að gespa. Shit, ég ætlaði að segja eitthvað, já, við getum líka gert svona, nei, þegar fólk hringir í Kristján Els, spyr út í TPO, og segir bara hlusta á Neglur í Trúnó og skellir á. Yeah, Yeah, you know what, hell yeah. Þú getur bara hlusta á þetta þannig. Yeah, we've been over this. Og ég gerði líka svona stutta frétt inn á vefsíðunni og því að Miss Sylvia vildi að ég gerði eitthvað svona smá svona punta. Þannig að ef að the rambling was too much, Það geti ekki hægt. Það geti ekki hægt að byrja, the wave. Ég var búin að ekki gespa núna í 50 mínútur eitthvað. Það er búið að opna fyrir það. Það var bara opnað, það var bara gate is open. Mér er með, já. Já, svo var það kannski gott að gera eins og TikTok, eins og við getum hlutir, hvort það kallar við vinna heima svona mynd, skilurðu, tala svona tippi og posta því að TikTok og svo náttúrulega segja það að hlusta á þetta meira bara í þáttum. Basically. Ég trúi svo hvað þetta búið að vera mikil hausverkur að gera þetta. Þetta var alveg svolítið hausverkur og þegar ég líka skildi bara ekki neitt þegar ég byrjaði að skrifa þetta og þú veist, ég hélt fyrst að það væri verið að banna hema. Þú veist, ég held að það væri efnið sem verið að banna. Ég líka, því að maður er náttúrulega búin að sjá svo mikið hema fyrir vörum. Já, en það er basically bara, það er ekki komið neitt bann fyrir það, en þú veist, það eru mörg fyrirtæki að færa sig frá hema bara út af því að... Hvað gerir hema? Það eru bara, það er ofnæmisvaldur, basically bara. Þú veist, það eru svolítið margir sem eru með ofnæmi fyrir hema. Já, þú veist, hver er tilgangurinn heima eins og TP og herðir? Hver var þá... Man ekki hvað... Hver tilgangurinn því var? Man ekki. Ég veit að það var svona ofnæmisvaldandi en ég man ekki... Chemical monomer used in gel polishes, dentistry and orthopedics. Það er, fun fact, það er mjög mikið overlap á naglavörum og tannvörum. Hema er líka notað í hérna, gera gervitannur. En þetta er basically monomer, þú veist, chemical monomer. En það er bara, þú veist, margir með ofnæmi fyrir því og þess vegna er verið að, þú veist, taka smá reeling it in. En það er basically bara mikið hægt að treysta það aftur til COVID. Og það er bara margir sem keyptu sér all types of nail stuff frá all types of places. Þetta er geisp! Og hérna, já, þú veist, bara kaupa sér frá Shein og gera sér neglur heima og ekki gera það properly og þá fengu það ofnæmi og þá er svona verið að reyna að fasa út alls konar sem var í til dæmis þessum unregulated products til þess að fleiri geta verið með pretty nails. Don't do this at home, guys. Don't try this at home. En já, ég vona að hérna þið hafið lært eitthvað, ég vona að þið hafið ekki skipað og ég vona að þið eigir góða nótt, Elektra. Takk. Takk. Ég fer í my bed bara 10% klárari út af þessu. Ég ætla að segja smarter en ég er að minka hérna anskjöfslætinu mína sem ég gengur ekkert vel að gera. Nei, líka bara, mér finnst þetta að vera, við höfum þessi neikvæði áhrif ákvarðara þegar maður tala við einhvern sem maður er vanur að sletta með. Já. Er svo erfitt að hætta því. Þú vil alltaf hlustum bara þáttan okkur alltaf þurft þegar við erum að græða okkur eða eitthvað. Tekur eftir því hvað við tölum mikið ensku. Já. Allt og mikið. Allt og mikið. En það er bara finny. Það er bara finny. Það er finny. Það er finny. Nei. Eló ætlar að fara að sofa. Góða nótt. Takk fyrir hlustuna í dag. Bless. Góða nótt. Eitthvað. Bye.